Verkefni 7, byrjum að kíkja aðeins yfir það áður en við förum af stað í yfirferðinni, en það snýst það að taka svona fyrstu skrefin í JavaScript og samkvæmt lýsingu, ef við skoðum það hérna, þá eigum við að útfæra lítinn leik sem biður okkur að giska á tölu og lætur okkur vita hvort við séum nálægt henni eða ekki og spyr okkur áfram þar til að við í raun fáum rétt og spyr okkur þá hvort við viljum spila annan leik og svo framvegis. Svo þegar við hættum þá fáum við yfirlit yfir hvað við spiluðum mikið. Og til þess að gera þetta þá höfum við forskrift sem ég skrifaði hérna sem er nokkuð, ég búinn að splitta þessu upp út frá síðlausninni, þannig að þetta sé í raun, þetta allt sem við þurfið að fylla upp í þetta hérna, en þannig alltaf að segja að fylla upp í það kannski getur orðið hægara sagt en gert, þess vegna þurfum maður að byrja í þessu. En þannig eins og þetta virkar, þá erum við með index.html hérna og við munum sjá eftir hvernig það tengir í raun JavaScript forritið með þessari hérna línu við index.html skjalið okkar og gerir það verkum að það startar þegar við opnum index.html. Þannig að við opnum hérna index.html og þá fáum við villu hérna sem segir villa í línu 44. Ef við ítum á hana þá sjáum við hérna í DevTools, sem við líka skoðum betur eftir, hvar villan er. Þannig að ef við förum hérna í skjalið okkar, förum í línu 44, 43, þá sjáum við að hérna er hálfkláruð villa, hálfkláruð lína. Þannig að ef við klárum hana, segjum bara svona og refreshum hérna og sjáum að ekkert gerist. En núna erum við komið með það sem þarf til þess að í raun starta einhverja virkni og þessi virkni á að vera í raun í gegnum þessa alert, confirm og prompt glugga. Þannig að næsta sem við getum gert bara til þess aðeins að sparka í dekkinu á þessu er að gera hérna alert random. Þannig að þá fáum við hérna nan af því að það vantar að gefa þessu hérna eitthvað argument. Þá skoðum við hérna niðri hvernig þetta virkar. Random number tekur inn argument sem er n og gefur okkur þessa tölu á bilinu 0, frá og með 0 til og með n. Þannig ef við setjum hérna random number upp í 100 og refreshum þá fáum við 50. Refreshum aftur 48, 75. Þannig að þannig erum við komið með eitthvað sem er að fá tölu. Þannig að næst þurfum við einhvern veginn að hérna fá í raun eitthvað glugga upp sem spyr okkur það hver okkar ágiskun er. Þá getum við gert eitthvað svona prompt var guess til dæmis, prompt giskaðu á tölu. Svo ætlum við ekki að gera alert random, ætlum bara ekki að gera alert, heldur console hérna, console log guess random. Þannig að þá ætlum við að sjá töluna sem við giskuðum á og handahófskenndi töluna sem var valið. En nú giskaði okkur tölu, 10, og ég fæ hérna 10 og við sjáum að hún er, kannski sjáu það ekki, en hún er svört hérna, og meðan hinn er blá. En það er því að þetta hérna er í raun strengur og þetta hérna er tala. Þannig að ef við rifjum upp hvernig típurnar eru á gildunum í JavaScript og þurfum við að gera eitthvað þarna til þess að við getum borið þetta saman. Og þá er hérna gefið fall sem heitir parse guess sem ætti í raun þá að sjá það að taka inn ágiskunum okkar og skila tölu sem hægt er að ná þar út. Ef það er ekki hægt að ná neitt tölu þá ætti að skila null. Þannig að hér þarf að skrifa einhverja lógík sem gerir það og síðan þarf að setja þetta inn í einhverja lykkju sem spyr í raun þangað til að við giskum rétt. While loopa, hugsanlega mjög gott þarna. Og svo er hérna get response, er þá eitthvað sem að gefur okkur hey, hversu langt ertu frá því að vera með rétt svar og þar er eitthvað þegar við sjáum svona if þá er líklega mjög gott að nota if þarna. Þannig að við getum notað þetta til þess að sjá hvað er í gangi hér og hérna er hægt að nota þetta math abs til þess að fá absolutt gildi á tölu til þess að sjá hversu langt við erum frá. En ef við giskum á 10, talið okkar er 15, þá gerum við 15 mínus 10 fáum mínus 5, tökum absolutt gildi sem er 5, þá sjáum við að við erum undir 5 en ekki undir, nei við erum undir 10 en ekki undir 5, en þá myndum við skila nálægt.
Þannig að þetta svona heitur, kaldur leikur svona einhvern veginn. Og í raun besta leiðin til þess að gera svona í raun bara að drífa sig í því og bara skrifa eitthvað og fikta sig áfram. Prófa að gera eitthvað í hverju falli, í startfallinu hérna, þar sem við byrjum. Eftir að play klárar býður notandi að spila annan leik með confirm. Þannig að hér þyrstum við líka einhverja aðra lúpu, aðra while lúpu til dæmis, sem myndi þá keyra play svo lengi sem að eitthvað í raun sagt já. Þannig að við erum með hana confirm, þannig að við getum gert eitthvað í líkingu við while confirm, viltu spila? Play. Þannig að þá kemur viltu spila, gerum cancel, þá hættum við. Þannig að ef við gerum hérna OK, þá í raun fáum við upp hérna gíska á tölu. Þannig að þannig erum við strax komið með eitthvað sem að spyr okkur. Ef við segjum nei, þá hættir það. Ef við segjum já, þá fer það að keyra eitthvað annað. Þá keyrir það sér í lagi play. Og þá getum við einangra lógíkina fyrir play inn í play. Þannig að, já. Einhverjir sem eru búnir að dýfa sér úr í djúpilegina og farnir að forrita JavaScript. Ok, ég mæli með að gera allavega tilraun við þetta, af því að næsta verkefni er í raun bara meira af þessu og flækist að því leyti að við förum að eiga við DOM-tréð, þess að Document Object Model sem við förum yfir núna í þessum fyrirlestri. En allavega, þannig að það eru 3 fyrirlestrar í dag, eða svona 3 kaflar. Fyrst ætlum við að fara yfir það hvernig við getum skipt JavaScript-kóðunum okkur í einingar og keyrt svona linting tool til þess að losna við og komast hjá villum, alveg eins og við vorum að keyra með CSS okkar. Síðan ætlum við að fara yfir DOM-ið, hvernig það virkar, hvernig við eigum við og breytum HTML-trénu og svo lokum förum við yfir atburði, sem þá hvernig gerum við eitthvað þegar ég ít á takka, þá keyrum við einhvern kóða sem breytir einhvern veginn einhverju og allt fyrir að dansa saman. En fyrst það einingar og þegar við erum að vinna með forrit, þá er alveg afskaplega góð hugmynd að skipta þeim upp í einingar. Hvort sem þær einingar eru bara föll, eða síðan þegar við tökum eitt skref aftur, einhverja svona einingar eða svona modules, og svo þegar við tökum enn annað skref, einhverja svona pakka, eitthvað svona sem við hjúpar saman heilt forrit í einum pakka sem leyfir okkur þá að nota það forrit einhvers staðar, eða þá að það forrit með einhverja módula sem eru notaðar oft innan þess og það með einhver föll innan þeirra módula sem eru notað oft. Þannig að fyrir hluti sem við erum að gera oft, fyrir endurtekningar, þá brjótum við upp og gerum föll fyrir. Og við söfnum þetta saman virkni á einhvern eitt stað. Við forðumst það eins og við getum að vera svona copy-paste forrita sem eru að vera með eina línu, 2 línur, 3 línur sem virka og copy-paste þær síðan fyrir eitthvað annað og copy-paste þær fyrir eitthvað annað. Af því að þá endanum erum við í raun með eitthvað forrit sem hangir svona saman bara á tyggigúmmí og teipi og við þurfum voðalega lítið að gera til þess að brotna allt saman. Og þegar við erum síðan með einingar, þá viljum við skilgreina eitthvað svona API, eitthvað svona APA, ef þið hefur heyrt það, svona APA, búið svona APA fyrir forritið okkar. Og API er þetta Application Programming Interface, sem segir í raun bara til það, við erum með einhverja einingu, sem gerir einhverja virkni og þessi virkni, hún er exposed, hún er gerð aðgengileg öðrum í gegnum API. Þess að við búum til, ef við erum að búa til einhvern módul, búum við til API. Ef við erum hins vegar að nota eitthvað sem einhver annar hefur búið til, þá erum við að nota API sem viðkomandi hefur búið til. Kostir við það að búa til einingar er í raun aðalega sá að það einfaldar okkur að hugsa forritið. Við erum með eitthvað ákveðið fall, eitthvað ákveðið einingu sem gerir eitthvað ákveðin hlut og við þurfum ekki að hugsa allt í einu. Þetta hjálpar okkur við að stýra flækjustigi, en í staðan fyrir að vera með 200 lína langt fall í bara einhverju main falli sem að gerir allt, þá splittum við þessu upp. Þannig að já, hér er fallið sem að sér útreikningana. Ok, ég þarf ekki að hugsa það, ég veit bara að þetta er fall sem gerir útreikningana
skila mér útreikningunum, svo ger ég eitthvað frekar við útreikningana, eins og í verkefninu núna. Hér er eitthvað fall sem sér það að breyta giskinu frá notandanum í tölu og ég þarf ekki að spá í það meira. Ég bara veit að ef ég kalli þetta fall, þá fæ ég tilbaka tölu eða 0. Og þá erum við komið þarna eitthvað svona API sem við veitum þá. Við kallum í þetta fall, það gerir einhverja meiri vinnu og við þurfum síðan bara að athuga út frá þeim samning sem er þetta API hvort við þurfum að gera eitthvað. Þannig að bara eitthvað, ef það kemur 0, þá vitum við að notandi sló ekki inn rétt gildi, þá bregðumst við einhvern með því. Ef það kemur tala, þá getum við borið það saman og sagt, hei, þetta nálægt eða ekki. Og þetta að þurfa ekki að halda öllu forritin í hausnum, það verður rosalega mikilvægt þegar maður er farin að skrifa stærri forrit. Við erum kannski að skrifa forrit hérna sem við munum fara upp í svona 500 til undir 1000 línur. Svo þegar við erum farin að skrifa fyrstu forritin eitthvað sem að ná svona kannski 2000 línum, þá farið að kunna með þetta betur. Svo erum við farin að vinna í einhverju stærra teymi sem er að vinna forrit sem eru kannski 10.000 línur. Þá fyrir þetta að skipta rosalega miklu máli þegar þið getið ekki haldið allri heimsmyndinni í hausnum á greinu. Þið þurfum einhvern veginn að geta zoomað inn á eina einingu, eitt fall og unnið eitthvað verkefni þar, en síðan alltaf tekið skref aftur og séð stóru myndina sem er þá í raun skiptingin á þessum einingum. Og svo getum við líka notað þessu einingar til þess að skilgreina svona namespace sem við hefum séð eins og í Java, þar sem við erum með einhver namespace sem er oft mjög löng og ströng í Java. En það er einmitt svona til þess að komast inn í einhver ákveðna pakka og út af því hvernig JavaScript er sett upp með global og local scope, þá hjálpar þetta okkur mjög mikið við það að koma í veg fyrir að við séum að skemma eitthvað fyrir okkur eða öðrum. Eða aðrir skemmi fyrir okkur. Og svo ýtir þetta undir endurnýtingu á kóða. Þannig að ef við erum búin að skrifa eitthvað gott fall sem gerir eitthvað, þá getum við notað það aftur til þess að gera svipaðan hlut ef við kannski tvíkum eitthvað smá. Við erum með eitthvað fall sem gerir eitthvað útreikninga, svo þurfum við að gera útreikninga nema við þurfum líka margfalla eitthvað og þá getum við, í staðan fyrir að gera sömu útreikninguna í einhverju öðru falli, kalla í þetta fall og svo margfalla bara niðurstöðuna. Þannig að þetta er svona, það er allt gott að blessa við þetta. En svona ókostir eru ekkert ókostir nema því bara að það getur verið flókið að koma sér inn í þennan hugsunarhátt, hvernig eigum við að skipta hlutum upp og þá líka kannski hvenær við eigum að skipta þeim upp. Af því að það er rosalega að sitja með tómt skjal og ég að fara að forrita eitthvað og þurfa að komast að því ég ætla að skipuleggja það svona eða hinsegin, ég ætla að láta þetta virka svona eða hinsegin. Það er rosalega erfitt. Það er bara svona eins og þegar maður fara að skrifa ritgerð og það er tóm blaðsíða, maður veit ekki alveg hvernig maður á að byrja. En þá er oft bara að byrja, skrifa eitthvað upp, gera bara eitthvað svona stórt main fall, eitthvað svona eitt fall sem er að gera allan heiminn og svo hægt og rólega bara sjáum við hvernig forritið okkar á að verða, hvernig það á að líta út, þá svona við finnum út. Þetta er svona eins og að vera fornleifafræðingur, við erum svona að grafa upp einhverja beinagrind og við sjáum svona í hvernig forritið okkar, hvernig það vill vera, hvernig API-ið á því vill vera. Og svona til þess að hjálpa ykkur aðeins við þetta, þá eru í raun þessi fyrstu verkefni sem eru í þessu, fáið í raun þessi skiptingu gefna. Þannig að þá sjáum við svona hvernig minn hugsunargangur er, en eins og með svo margt í þessu, þá er það ekkert eina rétta lausnin, þannig ef ykkur finnst það eitthvað annað make meira sens, þá getið þið eflaust fært rök fyrir því. Og svo þetta að skrifa gott API er erfitt. Það með að segja er erfitt. Og þetta er bara eitthvað sem þið læri hægt og rólega með því að skrifa bara forrit. Því meira sem þið skrifið á forritum, því auðveldari verður að skrifa forrit. Og með því að nota önnur forritarsögn, þá fáið þið líka betri tilfinningu fyrir hvernig er gott að skilgreina og skrifa forrit. Þannig að ef við varum til dæmis með forrit sem að reikna lengd á milli A og B og þetta var einhver pakki sem við vorum að búa til og við ætlum að leyfa einhverjum öðrum að nota, hvað væri best að kalla það? Do stuff, A og B, það lýsir einhver. Calculate, en calculate hvað? Calculate distance, jú, það geti verið. Eða bara distance. Það má færa rök fyrir því að calculate distance er svolítið langt. Það er mjög svona verbose, það segir mjög mikið hvað það er að gera. Að meina distance gæti verið make meira sens og verið styttra í samhengi forritsins. Það fer samt eftir í hvað þetta forrit að gera, hvaða önnur föll er það með og svo framvegis. Þetta er svona að skilgreina hið góða
hið besta API svolítið svona bara it depends. Það fer eftir ýmsu hvernig eru bestu skilin. En svona meira konkrétt, einingar í JavaScript eru ekki studdar í ECMAScript 5, en við getum notað nafnlaus föll eins og við skoðum í seinasta fyrirlestri. Við fáum síðan einingar studdar í ECMAScript 6 með import og export lykilorðunum og það virkar mjög vel og ég held að við hafum tíma til að skoða það aðeins. En stuðningurinn samt við það ekki mikill í vöfrum, þannig að við þurfum eitthvað tól, svo við vorum með tól til að taka SAS og keyra það yfir í CSS, þá eru til svona tól sem keyra ECMAScript 6 yfir í ECMAScript 5 sem þá hægt að keyra í öllum vöfrum. Og við munum skoða það í lok námskeiðsins. En það sem við ætlum að nota fyrst, bara til að vita hvað það og hvernig það virkar, og það svona tóli sem eru boðið fyrir okkur eins og eru svona Immediately Invoked Function Expressions, IIFE eða IFI föll, sem eru þessi sjálfkeyrandi nafnlausu föll. Við sáum það aðeins í seinasta fyrirlestri og þá búum við til eitthvað fall sem heldur hlutum utan global scope og þannig að lykilorðið utan, þannig að við erum í raun ekki að láta alla hlutin okkar leka inn í global scope þar sem einhverju aðrir geta verið að eiga við þá eða við yfirskrifa eða aðrir yfirskrifa okkur. Þannig að við getum notað þetta til að búa til einingar í JavaScript kóðanum okkar. Og þetta nýtir lokun eða closure sem við skoðum aðeins í næsta fyrirlestri sem svona það svona aðeins flóknara koncept í forritun en mjög sniðugt og mjög mikið notað í JavaScript. Þið munið kynnast því mjög náið í forritunarmálum þar sem við munum sjá nákvæmlega hvernig það skilgreint með lambda, kalkulus og einhverju svona skemmtilegu. En það eina sem að við munum expósa í módulunum okkar eru sem sagt nafnið á einingunni í global scope og ekki öll föll eða allar breytur innan þess. Þannig að við skilum einhverjum hlut sem síðan skilgreinir API forritsins okkar. Þannig að svona lítur þetta module pattern út í JavaScript. Svona það er örugglega seinasta skipti sem ég mun kenna það þegar ECMAScript 5 orðið það stórt og vel stutt að það myndi taka við. En það sem við erum að gera hér að við erum að búa til svona Immediately Invoked Function Expression sem þá allt á milli þessara svega í byrjun og síðan köllum við strax á fallið sem mun í raun keyra fallið, skilgreina í local scope fyrir þetta fall, private var 1, fallið private sem skilar þessu private var og skilar svo hlut sem hefur þá public interfaceið fyrir þá sem ætla að nota módúlið okkar. Þannig að þá er skilgreind eigindi eða bara breyta sem public var, sem bara fasti 2 og eitthvað fall, einhver methoda, public method sem skilar private, af því að þessi methoda hefur aðgang að þessu falli, þetta fall hefur aðgang að þessu falli, út af því hvernig þetta skilgreint í svona lokun og getur þá skilað í raun þessu sem getur þá skilað private var, þannig að í gegnum þessi skil getum við komist í gögnin inn í hlutnum. Þannig að þetta svona, við setjum box utan virknin okkar og gerum síðan eitt gat eða fleiri göt til þess að geta í raun nálgast virknina innan þess. Þannig að ef við tökum eitthvað dæmi og við ímyndum okkur við séum búin að skrifa forrit sem hefur mjög einfalt forrit, my program. Það skilgreinir einhverjar breytur, gerir síðan ráð fyrir því að við séum með annað fall sem heitir calculate og það keyrir niðurstaða úr forritinu okkar kallari calculate fyrir x og y sem þá 2 og 3 og við gerum ráð fyrir að þá munum við fá 2 plus 3, 5. En svo ímyndum okkur að það sé mikill kóði á milli og það sé einhver annar að vinna með okkur og einhver hluta vegna erum við ekki að vinna í góðu umhverfi þar sem búið að skilgreina módúla eða einingar. En þá einhver annar búinn að búa til myprogram 2 sem eitthvað annað forrit sem á að gera eitthvað annað. Það keyrir í eins og sagði, í sama umhverfi og skilgreinir líka calculate fall og það margfaldar en leggur ekki saman. Þannig að hér gerum við ráð fyrir að niðurstaðan sé 50.
Þannig að ef við síðan keyrum einhvern veginn forritið okkar og hinn aðilinn keyrir forritið sitt, þá fær sá aðili rétta niðurstöðu en við fáum vitlausa niðurstöðu út af því að þetta hér calculate fall yfirskrifar þetta hérna calculate fall án þess að það séu nokkrar villur. Þannig að við fáum bara 6 sem þá 2 sinnum 3 en ekki 2 + 3 en 50 rétt síðan úr hinu. Þannig að ef við gerum þetta með einingum þá í raun verður forritið okkar mjög svipað nema það er búið að setja utan með hérna function sem er keyrið strax og skilar return function. Þannig að hérna vorum við með function sem er myprogram svona. Núna erum við með return function myprogram. Þannig að við sjáum þetta og þetta er nákvæmlega það sama, nákvæmlega sami kóðun nema við erum búin að setja svona smá utan þetta sem er í raun að skila falli úr þessu falli sem einangrar þetta hér fall. Það gerir það verkum að aðeins þetta hérna hefur aðgang að þessu og aðeins þetta hér hefur aðgang að þessu hérna falli. Þannig að núna ef við keyrum þetta þá fáum við 5 og 50. Þannig að þetta er svolítið svona ekki kannski besta dæmið en samt sýnir aðeins hvernig það er þegar við erum að vinna í stórum verkefnum eða ekkert eins og það stórum verkefnum. Við getum brent okkur á þessu sjálf bara að vera að vinna einn að ef við erum ekki að einangra hlutin okkar þá munu þeir á endanum smetta saman. Og þá getur það bara verið við skýrum hlut okkur að breyta það sama og svo eru allir fann að endurskilgreina eitthvað breytu og allt fyrir klessu. Ok, og svo svona dæmi einhverja einingu hérna sem að við gerum, skilgreina einhverja reiknivél. Þessi reiknivél ætlar að virka þannig að hún er sem sagt hérna aðeins lengra en hitt, en í grunninn er þetta bara, þetta er fall hérna sem skilar hlut sem gefur okkur aðgang að 4 aðgerðum, konstant sem er eitthvað pi hérna og pi er þá skilgreint þetta uppi, þannig að þetta er í raun bara eitthvað fasti sem er bara math pi sem er aftur, math er eining í áskrift og hefur til dæmis absfallið og pi og reikningsaðgerðir fyrir sinus og kosinus og logaritma og allt, flest allt sem við þurfum, ekki allt. Síðan erum við með add sem að í raun leggur saman, subtract sem dregur frá og svo erum við líka með eitthvað fall hérna sem heitir get last en það skilar okkur í raun niðurstöðu úr seinustu reikningsaðgerð. Þannig að alltaf hérna þegar við erum að reikna þá setjum við það fyrst í breytu, geymum breytuna í einhverju gildi hérna sem er samt ekki global, heldur er bara lokal við þennan hérna calculator, þannig að aðeins innan þessa er last skilgreint og svo höfum við hérna get last. Við getum ekki gert þetta án þess að nota fall út af því að það er ein af ókostum þess að nota þetta format er það að við getum ekki verið með eitthvað sem er evaluata dynamíst nema bara í gegnum fall. Þannig að til þess að fá seinasta gildið þá köllum við í get last. Þannig að við gerum hérna calculator.last þó að væri snyrstilegra að segja bara calculator.last. Þetta er ekki fall. En við getum það ekki, þannig að við verðum að reyna að hafa það svona. Þannig að þá getum við notað þennan kalkulator hérna til að leggja saman 1 + 1 og svo lagt hérna saman niðurstöðuna úr 1 + 1 við 2 sem er þá 4 og svo erum við í raun með þennan hlut hérna, þannig að núna get ég nota þetta forrit sem einhver annan hefur smíðað til þess að gera eitthvað. Þannig að ég get add 5, 8, það er 13. Calculator last, það er 13 og svo framvegis. Þannig að núna get ég notað skilin af þessu og við getum verið með flóknari reikningsaðgerðir þarna inni. Jú, ég kallaði það last hérna, við getum kallað það get last líka, en þarna er í raun, þannig getum við, þú veist, þetta er einmitt að skilgreina. Hvort er betra API að vera með get last eða last?
þetta svona, þá má alveg fara rök fyrir báðu. Last einhvern veginn mega meira sens fyrir mér, en það getur mega minna sens fyrir öðrum. Já, það væri þetta, ég myndi samt ekki mæla með að hafa API, innanverðan API-in á íslensku, það geti valdið vandræðum. En þar inni er í raun, það er svona eins og heima hjá okkur. Það getum við bara gert það sem við viljum. Það getur verið með drasl og rusl og hérna, en svo skilgreinum við bara svona mjög flott interface. Þannig að allir sjáu hvað við erum flott, þó að það sé allir rusli inn í okkur. Þetta var ódjúpt. En ok, svo erum við með í raun flóknari einingar. Þess að ef við tökum þetta og við myndum búa til eitthvað brjálað reiknis library sem við myndum bara geta að reikna alls konar dót, þá myndum við vilja búa til eitthvað svona sem að aðrir geta nota, bara eitthvað, hey, Heimur, noti frábæra reiknis libraryið mitt eða hérna módulinn minn. Og þá myndum við vilja fá eitthvað svona staðlaðar aðferðir til þess að búa til einingar eins og til dæmis CommonJS eða AMD, Asynchronous Module Definition. Og þetta er í raun eitthvað sem að fólk hérna fyrir nokkrum árum, ekkert það mörgum árum, kom saman og sagði bara eitthvað, hey, ef við viljum geta notað JavaScript forrit frá hvort öðru, þá þurfum við einhvern veginn að samræma það hvernig við exposum þessar einingar. Og það var í raun bara gert, og það er bara til svona staðal sem notar CommonJS, sem CommonJS notar, skilgreinir, og svo er annað sem heitir require og annað sem heitir AMD, og þetta er í raun eru aðferðir til þess að vinna með einingar á milli forrita. Og við getum því sótt aðrar einingar til að nota í forritunum okkar og það er samt ekki það einfalt að við getum bara gert það án þess að vera með einhver tól, þannig við þurfum að setja upp einhver tól til þess að gera það og við munum gera það hérna í login. En svo nota þetta er NPM sem við erum búin að nota nú þegar til þess að sækja linter tólun okkar og SAS og þetta. En NPM safnar saman í raun bara alveg gífurlegu magni af JavaScript einingum og bæði fyrir framenda og bakenda og það hleypur á 100 milljóna einingarna sem eru henni og downloadin sem NPM er með á hverjum degi eru í 20 milljóna og á vikum eru þeir að fara yfir milljarð downloada af einhverjum pökkum. Það er bara, þegar þið farið svona að vinna í JavaScript heiminum, þá bara er eiginlega allt. Bara, já, bara NPM installar hérna þessu, og þá er það komið. Já, nei, svo embalar þessu, og þá er það komið. Og þetta er bara, það er svo mikið af pökkum að maður fær bara valkvíða við að velja hvað make sense. En, ok, svo þetta eru módular, þeir eru mjög sniðir og við ætlum að nota þá framvegis í þeim verkefnum sem við gerum. En svo er hérna linting sem er gott, af því að JavaScript, eins og við sáum í seinasta fyrirlestri, er mjög svona lús á því hvernig það á við hlutin okkar og það er mjög auðvelt fyrir okkur að gera villu sem er erfitt að debugga eins og að leggja saman streng og tölu. Og fyrsta sem var gert í þessu var í raun að búa til strict mode sem kom í ECMAScript 5 sem setur strangari kröfur á kóðan okkar og kalla til þessi villum ef við reynum að nota óskilgreindar breytur. Ef við skilgreinum sama eigindi oftar en einu sinni, bara eitthvað svona voðalega stupid mistök sem að maður er bara rífur í hárið á sig þegar maður fattar eftir að hafa verið í klukkutíma að debugga eitthvað að það er bara því að við skilgreindum sama hlutin tvisvar og það er ekkert sem segir okkur það. Það er bara, við tókum ekki eftir því og við bara gerum ráð fyrir því að við værum ekki svona vitlaus en við erum öll svona vitlaus, ég er svona vitlaus oft á dag að þá er gott að hafa eitthvað svona sem að leyfi manni bara ekki að vera svona vitlaus, bara eitthvað, hey. Þess vegna er svo gott að vera í forritunarmáli sem er með compiler. Compilerin tekur enga svona vitleysu, hann öskrar á þau leiðu og gerir eitthvað svona. En strict mode er samt þannig að við þurfum að kveikja á því, opta inn í það með því að nota uStrict og við getum annarkvort gert það á skráarleveli eða fallleveli. Í fallinu okkar eða í skránu okkar. Og það er aðskiljara að skilgreina í fallinu okkar að þegar ef við setjum það í skránu okkar þá erum við að segja allt sem er þar inni og svo kemur ykkur annað sem skrifar eitthvað ekki í strict mode og þá getur allt bilað. Það voru stóri vefir sem fóru hérna niður þegar við byrjaði að nota því að einhver var rosa sniður, sett í strict mode. Svo eru margar skrár, concatenatað saman í eina skrá sem fór út á vefinn og þá var það allt í strict mode og þá brotnaði allt. Allir voru sorry. En ef við segjum hérna á falli að við viljum nota strict mode, þá gerum við svona og
þá hérna sjáum við, það kjána mistök hérna, það A-A-C í staðinn fyrir A-B-C. Og þá sjáum við hérna, duplicate parameter name not allowed in this context. En ef við værum ekki með strikt, þá bara ok, fínt, og svo myndum við fara að leggja saman hérna 1 + 2 + 3. B is not defined, ok, þá sjáum við þarna. Þannig að við myndum rekast fljótt á það. En ef við værum að gera eitthvað annað, værum með þetta kannski A, B, C, C, eða eitthvað, þú veist, þetta allavega kemur í veg fyrir svona auðlavillur. Síðan Douglas Crockford sem svona, var mikill talsmaður JavaScript hérna áður en það varð svona mainstream. Hann skrifaði þessart forrit til þess að leiðrétta villur í JavaScript kóða sem hann kallaði JS-lint. Það svipað á strict mode, en það munur á því og munurinn aðalega sá að það lætur því skrifa forrit eins og Douglas Crockford skrifa forrit sem frekar strangt og lítið hægt að breyta reglunum og við getum keyrt það hérna á netinu með JS-lint. Þannig að ef við erum hérna með þetta hérna og við ætlum að byrja, hvað haldið séu margar villur í þessu? En hérna get ég pastað inn kóðan minn og svo ýti ég hérna takka og þá segir mér hvað margar villur. Í þessum svona effectively 3 línum að kóða eru 1, 2, 3, 4, 5 villur sem eru fundnar. Þannig að þá getum við séð hérna, við ætlum að nota useStrict, ok? Þá setjum við hérna, getum ekki tabbað, useStrict, ok? Expected one space between svigi lokast og bracket opnast, þannig að hérna, svona. useStrict at column 4, við megum ekki indenta með 2, 4, svona. Unexpected space between 2 and comma, þannig að hérna, ok. Expected semikoma instead so end, þannig svona. Þannig að núna erum við búin að gera þennan kóða að JS-lint stílnum. Og það má alveg rífast hvort þetta sé gott eða slæmt. Mér finnst ekkert sérstaklega gott og það var mörgur sem fannst ekkert sérstaklega gott, þannig að þá kom í raun annað tól sem heitir JS-hint sem líka linter, sem fork. Tók einhver JS-lint kóðan, bjó til afritaðan allan og breytti honum síðan til þess að leyfi meiri völd yfir því hvaða reglur eru keyrðar og hvernig. Og við getum keyrt það líka á netinu sem JS-hint. Og það síðan fólk rakst á það að það var ekki nógu vel, það var ekki nógu góður, það var skrifað, gerði ráð fyrir ECMAScript 5, svo þegar ECMAScript 6, ECMAScript 2015 kom, það bara voru hluti sem bara make ekki sens og það var bara ekki hægt í raun að laga þetta nema bara í raun að endurskrifa þetta öllu liti. Þannig að það var eitthvað sem endurskrifaði annan linter og hann heitir ES-lint, N1-linterinn. Og hann skrifaði með það í huga að vera mjög almennur og bjóði upp á svona plugins kerfi. Þannig að það sem ES-lint gerir í raun að bjóða upp á, það tekur JavaScript kóða, þýðir hann yfir í svona AST, Abstract Syntax Tree, sem í raun þá bara, ef þið ímyndið forritið ykkar og ef þið ímyndið ykkur allstar þar sem þið eru með einhverja skipanir eitthvað, þá eru þið að búa til tré af öllum mögulegum stöðum í forritinu ykkar. Þetta er það sem þýðendur gera og svo athugar það út frá þessu tré hvort eitthvað sé gott eða slæmt. Og eins og með style-lint, þá skilgreinum við reglurnar sem við notum í ES-lint RC-skrá í rótverkinu sem okkar. Og þetta er eins og mest notaði JavaScript-linterinn í dag og svo sem við ætlum að nota. Og til þess að setja hann upp, þá notum við NPM og við NPM installum ES-lint bæði fyrir verkefnið okkar og globally með -g og svo búum við til ES-lint rc.js af því við getum í raun búið til JavaScript skrá sem skilgreinir reglurnar okkar. Það auðveldara en að vera búið til JSON skrá. Þannig að þá fáum við reglur frá ES-lint sem eru svona recommended reglur og svo segjum við að við séum að vinna í vafra. Þá í raun veit ES-lint til dæmis að við köllum í window sem hluti sem við munum skoða hérna eftir sem bara glugginn okkar sem segir til hei, við ætlum að gera eitthvað, til dæmis alert á window, þá kvartar ES-lint ekki yfir því. Þegar við segjum við erum að vinna í browser, þá veit ES-lint að window til og document til og eitthvað svona.
Síðan búum við til skrift í package.json sem keyrir þá ESLint á allar JavaScript-skrár í rótinni og allar JavaScript-skrár í öllum directoryum þar undir, möppum, og svo skoðum við skrárnar okkar og metum þær með npm run ESLint. Þannig að ef við hendum okkur í að setja svona upp, þannig að við fyrir bara hérna á desktop, þá gerum við hérna init, eins og kannast við, búum til verkefnið okkar og svo installum við ESLint. Við köllum pakkan okkar ESLint sem ekki góð hugmynd, þannig að gerum annað sem heitir hérna bara test. Ég er búinn að gera test 2, klassískt og gott nafn. npm init, svona, npm install save dev ESLint. Þannig að aftur, þannig þurfum við að bíða eftir ESLint. Það er sótt og gerum hérna meðan fyrir allt í klæsa þegar ég fór úr. Opnum þetta í Atom hérna. Þannig að þá erum við komin hérna með package.json og hér er ESLint og búum þá til nýja skrá hérna sem við ætlum að vera með þetta reglusett sem við ætlum að vera með í. Köllum hana ESLint rc.js. Ok, þetta er fínt. Og svo ætlum við að setja upp þessa skriftu hérna. Þannig að þá getum við fara aftur hérna og skrifa npm run ESLint. Það er alltaf góðu, en það er engin, það er þessi JavaScript-skrá hérna. En ef við búum núna til eitthvað, þar sem við köllum bara eitthvað function foo return bar foo1 test.js, gerum svona. Fáum einhverja villið hérna. Já, við þurfum að installa þessum pakka líka. En þetta munum við gera í næsta verkefni, verkefni 8. Og þið fáið þetta allt uppsett. Af því að, eins og við sjáum, þá er alltaf að gleyma einhverju skrefi sem þannig að þá í verkefni 8 þá fáið þið bara eins og með hinn verkefnin, þið gerir bara npm install, þá fáið þið öll dependencies sem við þurfum og svo kerið þið npm run ESLint og þá fáið þið lint á oh my god. Svo þetta svo með þessa hérna pakka, það er svo gaman að það er alltaf verið að uppfæra þá, það er alltaf verið að breyta þeim og laga þá, en í því að laga þá er eitthvað annað brotið og maður er alltaf eitthvað að berjast við þessa blessuðu pakka. Þegar þetta virkaði, þetta verður bara að gera í morgun og allavega skoðum þetta betur þegar við förum með verkefnið eftir. En tökum 10 mínútna pásu.